Komið sæl og blessuð, velkomin að fjölmiðla umræðu vikulegri sem við stöndum hér á samstöðinni fyrir á mánudögum. Áður en lengra haldið þá ætla ég að lesa fyrir ykkur upp úr bók þar sem vitnað til Henrik Colling, ritstjóra Politiken fyrir mörgum árum. Eftir honum voru höfð fleyg orð sem íslenski blaðamenn höfðu stundum á vörum. Blaðamennskan hundalíf en einasta lífið sem vert að lifa, sagði hann. Og þetta ágætis byrjun, þetta hérna í bók sem að fjallar ritstjóra Morgunblaðsins, Valtý Stefánsson. Kannski verður Morgunblaðið að einhverju leyti til umræðu hjá okkur, en þátturinn í dag verður að nokkru leyti þau tímamóta. Í dag eru 2 ár liðin síðan Fréttablaðið kom síðast út. Það fór á hausinn fyrir 2 árum. Ég var þar og hér á meðal gesta minna er fólk sem að í rauninni bjó til þetta blað og starfaði á þessu blaði. Þannig að við ætlum aðeins að skyggnast aftur. Við ætlum að velta fyrir okkur hvað það hefur þýtt fyrir Íslands samfélag að við höfum ekki haft Fréttablaðið, við höfum ekki haft svona, getum maður sagt, sæmilega frjálst og óháð dagblað, Fréttablað sem hefur komið út daglega. Við sitjum uppi bara með mokan. Og við ætlum einnig að velta upp þeirri spurningu hvort fjölmiðlun á Íslandi bara svona heilt yfir að verða pólitískari og kannski bara að einhverju leyti farin meira út þúfur heldur en hérna nokkuð skeið. En gestirnir eru allir starfsmenn samstöðarinnar í dag og það Sigurjón Magnús Egilsson, María Lilja og Gunnar Smári Egilsson. Verið öll velkomin. Takk. Mér langar að byrja kannski á þér, Gunnar Smári. Má ekki segja að þú sért einhverju leyti arkitekt eða faðir Fréttablaðsins? Nei, ég segi það ekki. Nei. Ég vann svona við að ég var bara, þegar þú varst að tala, þá var ég svona að reyna að hugsa aftur og einhverju leyti vegna þá var ég svona komin í það hlutverk þarna. Einhverju leyti komin svolítið svona hálfur út úr blaðamennsku. Ég hannaði útlitið og fengið til þess. Ég held að Jónas Kristjánsson hafi stungið upp á því. Já. Og svo leiddi það til þess að ég eiginlega sá að hanna svona business modelið. Já. Og svo var ég ráðinn sem, ég man ekki hvað það titill var, fulltrúi útgefandi held ég. Já. Og það ég réð alla sem að koma hana. Já. Og ég hef stundu sagt frá því að ég mátti ráða 22 en gat bara ráðið 21. Því að það voru ekki fleiri sem að hafðu trú á þessu konsepti. Það gæti gengið. Þannig að ég átti alltaf eitt stöðugildi inni sem að bara voru ekki fleiri. Og ég reyndi allt bæði auglýsingasölu fólk og blaðamenn og allt til þess að manna þetta. Já. Ég manna En ég ætla aðeins að skjóta þín að tala með þessi hópur, þessi 21. Ég manna þegar Fréttablaðið fór í þrot hjá fyrri eigundum og svo enduristu við það. Að það var bara einn sem að fjalla af vagninum. Og ég held að þessi 20 sem að byrjuðu þarna hafi öll upplifað þann stórkostlega sigur sem að Fréttablaðið varð. Kannski 2003, 2004 þegar við fórum fram úr mogganum í lestri og svo fórum við bara fram úr mogganum bara í afli. Þetta var ótrúlegur afrek sem þessi hópur gerði og að því ég var að draga að ég væri svona hálfur út úr ritstjórninni og svona, það var hann náttúrulega Sigurjón og svo var Pétur Gunnarsson heitinn, þau voru fréttastjórar sem að Pétur Gunnarsson kom af mogganum. Já. Og það var hluti af þessu að reyna að búa til svona eins og nýja hljómsveit að það væri frá mogganum. Við voru kannski svona meira úr svona jaðar, þú veist, ég hafði mest verið á Helgapóstunum og kannski Devaf og svo Pressunni og svoleiðis. En þetta var náttúrulega allt annað fyrirbrigði að gefa út blað sem að fer inn á öll heimili. Þannig að við vildum svona hafa að draga fólk úr með ólíka bakgrunn. Þá komur fleiri frá mogganum, Já. Ég var ekki í Sigri Björg, kom hún ekki frá mogganum? Ég held að. Já. Svo var það líka eitt sem var svo flott í þessu í upphæðinu. Þá voru bara 3 lengdir að efni. Það voru 5 centimetrar, 10 eða 20. Það mátti enginn skrifa meir en 20 centimetrar. Alveg hvað málið var merkilegt. Og þetta var bara mér þetta svo flott þarna í byrjun að veist,
Já, það var það. Þetta var svolítið stílað niður fyrir fram og það fannst mér bara alltaf gott á þessum tíma. Það var hugsun á baku þetta, af því að Fréttablaðið var náttúrulega svona bara greining á fjölmiðlamarkaðnum, leikur stíð inn í tiltekinn tíma. Og þá var hugmyndið svo að, ég man ekki hvað við byrjum með margar síður, 24 eða 32, og það er bara það sem þú hefur. Og markmið okkar var þá að uppfylla kannski svona 85% af þörfum þínum í blaðalestri. Að þú væri til í að gefa okkur kannski 12 mínútur í að fletti gegn. Og það sem væri styrkleiki blaðana, umfram útvarp og sjónvarp og allt hitt, væri þetta auðvelda yfirlit sem hún færið yfir fréttir dagsins, hvað er að gerast í dag. Og allir kunna fletta, ég meina því þekkið það bara 5 ára barn getur flett dagblaði og ég meina því byrjuðu líklega að lesa mokkan aftan frá og þannig að dagblaði er að sumleiti snildar uppfinning Þannig að þar að leiðandi þá var þetta sett upp bara, það mætti bara vera 5, 10 og 20 sem að væri vegna þess að við ætlum ekki að vera með opnu úttektir á þessu og þetta kostaði svolítið svona orku að selja þetta inn í hópinn því að þegar fólk fór segjum á barinn eða á kaffihúsa eftir eða til fjölskyldunar það var alltaf verið að hæla einhver svona rísa úttöktum í mokkanum og svona en það var ekki að hæla þessu þess vegna þurftum við að eyða mikilli orku í því að segja þetta er það sem að mun við erum að sinna frumskyldu blaðana þegar eitthvað tekur upp blaðið þá er hann að biðja fyrst og fremst þetta Hvenær segir að Fréttablaðið komi fyrst út? 2001, 23. apríl. Já. Við gleymum einu nafni. Kona þín var Arndís Bergsdóttir? Já. Hún var í fyrstu áhöfninni. Hún var blaðamaður á Fréttablaðinu. Já. Hún var í fyrstu áhöfninni ef ég man það rétt. Já, þetta er alveg bara, annar hver Íslendingur hefur verið þarna á ritstjórn. Ekki uppsannir, það voru bara 21. En þetta var svakaleg saga sem var skrifuð og ég var svo þarna fyrir 2 árum, upplifði sálsaukan og bara gjörbreyttan veruleika með því að við vorum bara komnir vel af stað með Helgablaðið, þá var búið að brjóta helling af efni og svo bara starfsmannafundur klukkan, ég man ekki hvort það var 10 eða 11 á föstudegi og svo bara á 2 mínútum þá bara liðast allt í sundur og þjóðinni verður ljóst að það er ekkert fréttablað lengur, þessari sögu er lokið sem átti eftir að hafa náttúrulega alveg geigvænlega vond áhrif á íslenska fjölmiðlun eins og við höfum orðið vitni af. En við kannski tölum við það aðeins betur á eftir. Nei, má ég aðeins segja eitt? Já. Það er þannig að Fréttablaðið var fríblað. En ég ítrekaði það aftur og aftur þegar ég var að tala við fólkið. Fréttablaðið við megum aldrei líta á sem fríblað. Það er ekki þannig fyrir þá sem er að vinna við þetta. Við urðum alltaf að selja fólkinu að það beygði sér eftir blaðinu eða tegði sér eftir því að við mættum aldrei sofna á þessum verði við mættum aldrei segja þetta er fríblað það mátti aldrei því að það er ekki billegt Nei, það er þú mátt aldrei hugsa já þetta er kortið það má aldrei og ég held að Fréttablaðið sé besta fríblað sem hefur gefið út í heiminum by far Ætli það ekki bara það er bara kannski 2004, 2005 bara ritstjórnin sem var þarna bara ég efast að það hefði nokkuð tíma verið til betri ritstjórn á Íslandi Hvenær varst þú þarna, María Lilja? Ég var hérna 2013 2012-13 já, ég sem sagt kom í miklum kvelli með Mikael Torfasyni af fréttatímanum þetta var mikið fjölmiðlumfár hann var settur hérna yfir sem ritstjóri yfir 365 miðlum rekstrinum var öllum breytt og þetta var það svona einni sameinaðri fréttastofu Stöð 2, Bylgjan og Fréttablaðið en það var rosa gaman Varstu í fítjur eða varstu í fréttum? Ég var í fréttunum, já og svona svo einhvern veginn svona flakkaði maður á milli gæti maður verið stundum inn á Bylgju og stundum á Vísi og stundum á Stöð 2 en Fréttablaðið var svona, já Ég mitt mann fyrst eftir þér í fréttum Stöð 2 Þá varstu með einhver læti Var ég með einhver læti þar? Örglega Hvað það segja? Ráðið til þess Já, ég held að það hafi verið svolítið málið Þegar við byrjuðum af því að þetta byrjaði eiginlega úr engu það var til svona hálf prentvél hjá Ísafold sem að blaðið var prentað
Svo var fyrst keypt stunguvél, ég veit ekki hvað þið vitið það, þá var blaðið prentað í tvennu lagi og svo var það stungið saman. Og svo bara hægt og bítandi þá keyptu við viðbætur á þessa vél eftir því sem þetta, og svona var þetta alls. Við höfum ekki prófarkalesara fyrst, sem var þess valdandi að það fóru oft villur. Og þá var verið að tala svona blaðið niður, svona, það væri ómerkilegt sko. Og íslensku fasistarnir. Það var að því miður, það var ekki til peningur. Þú segir þetta sko, einu fyrir jólinn, þá var svo mikið stórblað, svo mikið auglýsingum og við kepptust náttúrulega skrifa efni í þetta og allt það, en þá var komið út IKEA-blað, það var í tvennu lagi frekar en þrennu, ég man ekki, og þá voru lesendabennir að stinga sjálfur saman. En má ég segja, það var leiðavísir í blaðinu. En má ég nefna eitt vegna sem við erum að ræða hérna prentunina. Ég upplifði þá tíð árið 1996 þegar Dagur og Tíminn gengu í eina sæng og við fluttum okkur nokkrir blaðamenn hérna úr Reykjavík norður til Akureyrar þar sem höfuðstöðvar hins nýja dagblaðs, sameinaða dagblaðs, Dagstímans voru. Ég man eftir því að við vorum stundum að prenta, af því það var prentvél bæði fyrir norðan og sunnan. Það var til prentvél á Akureyri og við vorum stundum að prenta aðra forsíðu fyrir norrlendinga með akureyrsku vinkli eða norrlensku vinkli heldur en hér. Hugsið ykkur metnaðinn, hugsið ykkur resursana og hvað íslensk fjölmiðlun er á þessum árum í rauninni og með tilkomu fréttablaðsins, hvað þetta er mikið flug. Já, ég stoppaði einu sinni prentun, ég man ekki hverju fréttin var, en þá var þess að ég stoppaði prentun, var búið að prenta eitthvað, 30-40% af blaðinu, ég stoppaði prentun og við byggum til nýja forsíðu og þá segja, hvað ætlar að gera þetta er búið að prenta, sendu það norður sendu það var tilbúið til að það er að keyra með það og 20-30% eru kannski 15-20.000 eintök sko. Þú hendir því ekki. Nei. En þetta með, já því að það var í morgun var Daði Már fjármálaráðherra með fundum fjármálaáætlun og hann tilkynnti það að hún væri ekki gefin út á pappír núna. Þannig að þessi tím er náttúrulega farinn en blöðin voru náttúrulega ótrúlega svona sterkt fyrirbrigði bæði og virkaði vel en ég held að það sé bara liðin tíð. Ég veit ekki, ég sko lesið þið í blöðun? Ég les blöðun, já, ef ég kemst í þau, já. En ég held að sé svo les með okkur alla blaðmenn, bara að einhvern veginn það sé svona nostalgist en líka, já, ég veit ekki, þetta er þetta mjög þægilegur miðill, sko. En ég bjó í Englandi og þar eru góðar almenningssamgöngur og þar er dagblaðið ennþá lifið góðu lífi vegna þess að fólk grípur það með sér og leiðin í lestina. En er ekki fólk með bara símann og horfa? Nei, það er nefnilega einhver minkun á því kannski væntanlega en þetta er samt sem áður og er miðillin ennþá mikilvægur sko. Við erum kannski bara of engabílavætt þjóð til þess að standi því þannig að við þurfum einhvern veginn að svona endurnýja okkur en ég sakna fréttablaðsins. Ég varð ástfangin af blaðamennskunni þegar ég byrjaði. Það er bara stórkostlegt að ég mætti sko. Að ég mætti bara að vera sem blaðamaður og þá geti ég bara hringt í hvert sem er og með þess að við verið gefnir lyklarnir af samfélaginu. Það er gott þú nefnir þetta. Já, og ég var alltaf mjög hrifinn af blöðum og ég tók alltaf mikið þátt í sko, umbroti og hönnun á blöðunum og til dæmis á pressunni og tímabili þá voru við eitthvað í einhverju blankeitum og hættir umborðsmaður og brautið það líka og eitthvað svona og ég var ráðinn inn á fréttablaðið til þess að brjóta þannig að ég hef alltaf haft mikinn áhuga á blöðum og alls konar pælingar að hægja á flettingunni og hvernig skipulag á blöðum eigi að vera vissi ekkert sko fallegra hljóð heldur en að prentvél að fara í gang og lyktina af prentsvertinni hún er stórkostleg og bara finna hvernig húsið hristist aðeins og minnst það allt stórkostlegt svo fór ég bjó í 1 ár út í París og vandist af því að lesa blöðina því ég gæti að stauta mig út úr frönskunni svona virti sirka, já, þetta fjallar Alsír eitthvað svona rétt aðeins en svona íslensk blöð og svona las ég bara á netinu. Þegar ég kom heim að þá hef ég valla að opna blað þú veist, maður er ekki lengur að losna við venja sig af þessu heldur en þetta bara. Ég kaupi mokka rafrænt ég nenni ekki að bera blað heim til mín til að fara út með það aftur það ég les bara á netinu. En mér var svo gott að þú skildi nefna
sko galdurinn og auðlegðina sem felst í því að vera blaðamaður, að fá lykil að öðrum og mér finnst við alltaf vera að tala niður þetta jobb, það er verið að tala að þetta sé ekki best borgaða jobb í heimi, who the fuck cares það er hellingur af þýðingamiklum störfum sem er rosalega gaman að vinna sem er ekki hálunarjobb og mér finnst hérna blaðamennskan sem starf, það er alltaf verið að tala hana niður ég hef verið upplýsingafulltrúi sjálfur. Ég get ekki verið upplýsingafulltrúi. Ég get ekki gert neitt annað en að vera blaðamaður vegna þess að þrátt fyrir tilvinnuna sem var fyndin hérna í upphafi þáttarins þá er þetta náttúrulega skemmtilegasta starf í heimi. En var það allavega, en þetta jobb... Ég finnst að ég er svona sumuleita stundar blaðamennsku eða þú fjölmiðla hérna mér finnst þetta ennþá skemmtilegt sko. Það finnst mér líka. Já, eins og frelsi sem er hér. Ég hef aldrei kunnað að gera eitthvað sem er minnst leðilegt sko. Nei, en sko, eigum þá aðeins að fara... Þess að vaska ekki upp nema vegna sem minnst gaman að vaska upp. Einmitt. En eigum aðeins að fara í það hvað breyttist í íslensku samfélagi fyrir 2 árum upp á dag þegar Fréttablaðið fellur. Hvað hérna, ef við byrjum á þér, Sigurjón, Magnús? Ég veit það ekki. Það er breyting. Það er gat. Já. Það er gat, já. Það er náttúrulega, dagblöðunum fækkaði bara helming. Það er ekkert annað en það. Það voru 2 þá og 1 á eftir. En hérna... Svo erum við Bændablaðið sem kemur út einu sinni í viku og Viðskiptablaðið sem kemur út einu sinni í viku. Hálsmánalega Bændablaðið? Jú, fyrir ekki það. Bændablaðið, Hálsmánalega og Viðskiptablaðið einu sinni í viku. Það er best að nefna þessi blöð. Já. Bændablaðið er flott. Ég fletti því alltaf ég kemst í það. Viðskiptablaðið síður. Nei, ég veit ekki, mér fannst, ég kom hérna einu sinni í viku á Fréttablaðið því ég var með þátt sem var tekin upp hérna á Hringbraut. Já, alveg rétt. Og stundum oftar og mér fannst þetta bara, það sátu allir þegjandi. Blaðamenn voru ekkert að tala saman og sat bara hver og skrifaði eitthvað, og það heyrðist aldrei mannsins mál. Áður. Nei, þarna, undir lokin, þegar ég var að koma þarna, mér fannst það ritstjórnin við svo dauf, það var ekkert samtal milli blaðamann sem segði viðunni saman og djefa fyrir komlu daga að ef ég var að skrifa ykkur frétt sem var eitthvað flókin töttin á í fleiri þá kom aður og buðust til þess og svona, svo keppniskap, En þarna fannst mér bara einhvern veginn, kannski var þetta bara tíðarendin, en mér fannst vanta þetta. Það var endar erfitt hjá okkur þessa síðustu mánuði, af því það lá í loftinu og það gekk mjög illa. Okkur var að fækka, við vorum alltaf að segja upp starfsfólki hver mánaðamót, þannig að þú kannski gengir svolítið inn í svona drungan sem að fylgdi þarna síðasta skeiðinu. Já, það er alveg klart mál. En mér fannst að ég man að þegar þetta gerðist að þá, hvort ég skrifaði eitthvað á svona Facebook, var svona hissa yfir að ég væri ekki eitthvað svona viðbröð, ég var ekki varðið neitt og að það einhver leiti fannst mér að því þetta var langur aðdragandi að þessu. Já, hann var langur. Það var hérna tilraunin við að dreifa því ekki í hús og þú veist, hún var búin það ekki sem ég held að verið alveg það var ótrúlega nagli í líkkistuna það er furðulegur misreikningur götu blaða pæling það var bara frá og með áramótunum síðasta árið sem að blaðið kom út þessi breyting verður í fyrsta tölublaði sem kemur út í janúar fyrir rúmum 2 árum það átt að dreifa sér sjálft í búðunum. En að því að segja þetta, því að svona maður, skýtið að ég finnist ekki neitt harmur. Það er út af þessu. En svo þegar tími líður, þá sér maður náttúrulega afleiðingarnar af því að hafa bara 1 dagblað á Íslandi eru náttúrulega. Þannig að í augnablikinu þá sér maður það ekki. Nei. Nú er ómögulegt að opna eða starta öðru dagblaði. Það er Morgin keypti prentvélina sem að Fréttablaðið var prentað á, búta hana niður og bara í ringrás með hana. Þannig að það er alveg vonlaust að keppa. Einmitt. Ég man að ég var eins og kallað fyrir Samkeppniseftirlitinu þegar það var hugmynd að sameina prentsmiðju Moggans og Ísafjörðar prentsmiðju eða eitthvað svoleiðis. Og ég mælti bara, sagði að þetta væri bara grundvallaratriði að hafa 2 prentsmiðjur. Af því að blöðin sem ég hafði unnið á voru öll á hinni prentsmiðjunni nema náttúrulega þannig tímabili þegar ég var á DF af því að það var prentað hjá Mogganum. En hitt var allt algjört lykilatriði að hafa aðgengi að annarri prentsmiðju. Ég man, ég veit ekki hvort að þið munið það, þetta endaði, þessi önnur prentsmiðja var eins og hjá Odda og þeir keyptu sérstaka prentvél sem var til þess að prenta símaskrána
Þannig allt í einu stækkuðu síðurnar svona einhverja svona 5 centimetra og þannig að svona heilsíðu auglýsingar pössuðu ekki í síðuna, það var einhverju tímabili. En það er alltaf lykilatriði að hafa aðgengi í annarri prentsmiðju. Þeir voru þá að velta fyrir sér pressunni. Ég var hérna boðar á fund á þessum tíma að þá vildi þeir sko opna endurstarta pressunni. Að þeir hefðu einhvern veginn eignast Ég held að þeir hafi enda þar, pressan eða helgapósturinn, ég man ekki hvað þetta hér. Pressan. Eftir að Páll Viljánsson hafði með hans verið ritstjóri, sem er kannski tími sem allir hafa gleymt. Já, kennarinn í Fjölbraut í Garðabæ. En sko En ekki dúkkan í stundin okkar eins og... En vinnan á þessu blaði, eins og öðrum blöðum, hún er náttúrulega öðruvísi heldur en þetta sko þessi yfirborðskendi mokstur veffréttamiðla samtímans, að bara búm, þú veist, spotta eitthvað, copy-paste, setja það í einhver orð fyrir svo búm, áfram. Blöðin eru náttúrulega á ykkar árum, gullaldar tíma, þau eru að grafa, þau eru, sami blaðamaðurinn fær nokkra daga stundum í mál. Já, til að fylgja eftir máli. Og það fylgir alveg, og sko það er gríðarleg vinna sem er lögð oft í forsíðufréttir. Og svona helstu fréttir. Ég var fór sínu tíma, sko, maður gætt sagt, sko, ég vil helst ekki gera neitt annað en það, svona, á hans að nefna það sem maður alltaf var að gera, þá var maður að vinna í einhverju frétt sem krafðist mikil sko af manni og það var aldrei, nei þú verður að hætta á því, það var bara aldrei sko, ekki nefn eitthvað bara, þú veist, kæmi eitthvað gos eða eitthvað sko. Ég man eftir svona framleiðslupressu að því að hún var komin þegar ég var að því að Vísir þetta var komið sko, þannig að framhaldsumfjöllunin hún fór yfirleitt fram í blaðinu, þannig að við vorum oft að sko eldast við Vísirsfréttir út daginn og svona, þú veist, tókum svona framhaldið á þær svo þessi daginn eftir. Allavega á löngum köflum þá gefst tími og rými fyrir gríðarlega umfangsmikla greiningarvinnu sem að samfélagið hefur svolítið orðið af. Það var alltaf, sko, það var aldrei til nóg af tíma, sko. Nei. Og ég man alveg eftir því að þegar maður var ritstjóri og svona, þegar fólk kom með svona hugmyndur að ef ég fengi viku þá myndi ég gera eitthvað betur. Ég var svona frekar svona, reynsla segir það nú ekki, sko. Ég fekk einu sinni viku til þess að vinna frétt. Það er ekki fyrir en eitthvað komið svona virkilega í gang og þú sérð að þetta er svona work in progress. Þá getur gefið tíma. En svona, við varum frasi sem maður nota stundum, að blaðamennska er að gera eins vel og maður getur og það er tíma sem maður hefur. Og tíminn er alltaf, sko, deadlineið er alltaf hangandi eins og öx yfir haustum á okkur. Já, kallar á gríðarlega naga, en þetta er líka verður svo mikið samvinnu prójekt, maður er kannski, maður fær 1 dag í rosa stórt mál og maður er með kollegana, maður getur flett upp í þeim og þú veist, það eru margir sem að koma að þessu og svo bara búm, er hún þarna daginn eftir og breytir heiminum. Það er náttúrulega ekki til stórkostlegri tilfinning. Ég átti við að sko, maður þyrfti kannski, ég átti mjög gott með að ná til mín heimildamönnum hér og þar. Og stundum fann ég það að ég þyrfti ég vil að kíkja heimsókn. Að svona eitthvað tregur í síntalinu og eitthvað svona. Þá þurfti maður bara, maður ekki koma bara að drekka kaffi með þér. Svona til að styrkja sko tengslin á milli heimildamanna og blaðamannsins. Og blaðamaður sem hefur ekki heimildamenn, hann er bara ekki mikils virði. Svo ég heyrði eitt daginn, af því að þú varst í löggufréttunum, ekki? Fyrst, jú. Já, og þá er það náttúrulega mikið atriði að ná trausti varðstjóra. Dagbók lögreglu. Þetta er eitt sem ég bara erfiðast með. Þú halda áfram. Það var sagt að Hallur Hallsson hefði náð góðum tengslum með því að færa þeim marmaraköku. Ég veit ekki hvað þessi svo. Ég sagði það við Helga Dan einu sinni. Það var ekki nú að þú segir mér ekki neitt maður en Halli alltaf, hann kemur alltaf með bakkelsi til þín. Kemur hann með hvað? Helgi var svo skemmtilegur. Var Hallur Hallsson með marmaraköku? Það var alltaf sagt sko. En núna skils mér á fólki sem er að vinna á Vísi að þau ná ekki, fá ekki að tala við varðstjórann. Þau er bara að lesa eitthvað Facebook síðu, eitthvað dagbók lögreglu. Dagbók lögreglu er send út af lögreglu einu sinni á dag. Það kemur tölvupóstur inn á ritstjórna meilið og svo er þetta uppfært, var þetta allavega uppfært á lögreglan.is líka og þetta er oft, ég meina þegar við vorum að mæta klukkan 7 og vorum að koma morgunvaktin helgar, þá vorum við með sko með 10 á bylgjunni, svo vorum við með sko blaðið og kvöldfréttatíman, við vorum svona 3 og mættu klukkan 7 og við vorum að fara kannski klukkan
8 bara hérna búin að öllu en þá var það þetta maður tók þessu fegins hendi sko, þessum lögreglufréttum en svo var ofta ekkert endilega þú veist, færðu þeir aðeins í stílinn og svona og það var eitthvað tímann var ég að vinna á ritstjórn þegar það kemur í hausin á okkur sko, að það er lögreglan ákveður að segja ykkur svona gamansögu af einhverjum manni sem lendir hann í einhverjum vandræðilegu að því að hann festi við pungin í einhverju eitthvað svona, þetta var eitthvað svona þú veist, þetta var eitthvað að vera fyndin sko og hérna og fyrir vikið þá var maður alltaf inn farin að flytja ykkur falsfréttir fyrir hönd lögreglunar og það var þarna sem að ég kannski allavega svona áttaði mig á því hvað þetta var undarlegt samband sko. Það með þetta að vera dæmi svona ákveðna eyðileggingu. Við verðum að hafa samtal í samfélaginu og það er samkomulag held ég að fjölmiðlafólk viðhaldi því og þar alveg skiptir máli fyrir lögregluna að hafa gott samband við blöðin og öfugt því að það eru blöðin sem þá sögumennir til þess að segja það en þetta er bara farið, núna eru bara hver stofnun fyrir sig sendir bara einhverja sínar upplýsingar og einhvern veginn eiginlega vonlaust að búa til sko eitthvað svona samhengi eða því það er ekki þannig Er það þannig að löggan sé best í að segja sjálf fréttir af þeim málum sem hún Nei, það er ekki. Og ég held að það hafi hjálpað okkur rosalega mikið þarna í fortíðinni. Þetta voru sko stórar og fjölmennar og öflugar ritstjórnir og það þýddi ekkert fyrir þess að gæja að ætla að reyna að þagga okkur niður sko. Það er annað að núna er svo mikið svona einsmanns og tveggja manna fjölmiðla og þú veist bara slagkrafturinn er svo lítill. Það er helst Ríkisútvarpið, Sýn og Mogginn sem eru eftir svona með mikinn slagkraft. Ég held að við séum líka bara svo duglega, við erum svo duglega að grafa undan hvort öðru og fjölmiðlum. Fjölmiðlafólk er náttúrulega mjög gagnrýnið á samfélagið sitt og það er bara þannig að fjölmiðlafólk gagnrýnir fjölmiðlafólk en eins og þú segir þá er það kannski ekkert endilega best til þess fallið að ekki frekar en lögreglan að gagnrýna störf lögreglu en annars gerir það engin annar svo sem en ég held að sko að því að það var ákveðin það var mikil virðing í því fólkin að geta sagst vera blaðamaður það sé ekki lengur ég veit það ekki mér finnst einhvern veginn blaðamenn ekkert vera neitt voðalega stoltir af því að vera blaðamenn það má ekki skilja þetta þannig að maður segja að við höfum verið mikið hæfari til að vinna sér störfældur þau sem eru núna, það er ekki þannig það var allt annar andi ég held líka einmitt að öflin sem vinni á móti eru orðin svo óbærslega sterk og einhvern veginn fjölmiðlarnir að því að þeir eru einhvern veginn að breytast og þegar fólk fær Facebook og er orðið sinn eigin fjölmiðill og þá er maður einhvern veginn komin í fréttakeppni við við alla þjóðina í rauninni. Það var einhver þingmaður sem sagði daginn nú eru allir blaðamenn og hann hélt að hann væri að fara með rétt mál þannig að það er búið að eyða mörkunum á sko sérhæfingunni sem að felst í því að vera góður blaðamaður og bara segja að það getur hver sem gert þetta. Það er allir blaðamenn. Það hefur samt sko að því að umhverfið hefur breyst mikið eins og við vorum að tala með Vísi og Fréttablaðið þannig að það er rosalega munur að vera bara með linnulaust deadline eins og er á netinu eða þú veist að þú getur gert þetta einu svona dag. Það er rosalega slítandi það er svona ákveðin bara núna er þetta ábyggilega sko yfirvegun sem að eiginlega engi getur leyft sér að það að gefa út blað einu sinni á dag. En það er líka þetta með að til dæmis bara Síminn hefur verið ótrúlega valdeflandi fyrir almenning eins og til dæmis svartir í Bandaríkjunum sem að taka upp lögregluofbeldið. Þetta er náttúrulega bara allt annar raunveruleiki sko og ég reyndi nokkur sinnum að hvetja eldra fólk til að taka mynd af matnum sem þið gefið. Eða krakka, sem eru ekki tekist. Ég ætla að bíða fyrir að... Heyrðu, ég á nú reyndar svolítið seríu fyrir þig. Ég er bara að vinna á grund. Það sem að kemur fram. Ég tók velta mynd. Og þetta er rosalega jákvætt að svona almenningur er eiginlega bara komin inn í sko frétta umhverfið og þetta þurfa blöðin eða blaðamenn að aðlagast að því. Og líka öllu þessar yfirlýsingar, það er allir með eiginlega svona Facebook síður, það er mjög gaman að fylgjast með Facebook núna sem er ekkert í fréttum, svona eftirhréttur af rektorskjörinu, það sem hefur verið að halda því fram að þar hafi verið svona kerfisbundin notað svona undirróðu til þess að grafa undan tilteknum frambjóðanda sem ekki náðu kjöri.
Þetta fylgist maður bara með á Facebook og ég sé ekki alveg að neitt fjölmiðil nái að svona utanum þetta. Ég var fyrir aðeins búin að grípa þetta upp, held ég. En þá er það bara með að segja þessa, hann segir, hún segir, hann segir, hún segir. Já, einmitt, þetta hann segir, hún segir er eitthvað sem að mér hugnast ekki alveg í fjölmiðlum. Það getur stundum oft bara alveg fullan rétt á sig. Já, þetta er svona, þegar þú veist, mér hefur verið stilt mjög oft og ítrekkað upp í einmitt svona fréttum, sko, það sem er, hérna Marja Lilja segir, versus þessi segir, og svo er ég alltaf... hjólar í eitthvað. Já, Marja Lilja hjólar í eitthvað og hérna, og svo er allt í einu, er ég komin í eitthvað hávaða rifrildi án þess að vera nokkuð að rífast, sko, og hérna, þetta er svolítið vand með farið, sko. Ertu ekki að tala um munn á lýsandi og greinandi fréttamennsku? Akkurat. Lýsandi fréttamennska er bara hann segir, hún segir. Ríkisútvarpið því miður, almanna útvarpið okkar hefur algjörlega brugðist á vaktinni. Já, þau eru bara meir og minna í þessu. Hann segir, hún segir. Sá fjölmiðl sem ætti að vera með mestu burðargetuna til þess að vera með greinandi blaðamennsku, fréttamennsku hverjum einasta degi. Það er afleitt. Gjörsamlega. Sko, segjum, nú kemur nýr fjármálaráðherra og hann hérna, ég er ekkert að segja þetta sér raunverulegt, heldur bara nýr fjármálaráðherra, hann hérna segjum bara í þinginu eitthvað forvera sinni í embætti og svo blaðamaðurinn tekur þetta og hringir svo í hérna fyrrvendi og þá kemur það sko eða eins og bara Sigur Ingi var að tala hérna, hvað hann væri búin að vera duglegur að hérna í vegakerfinu og eitthvað og svo kemur ný samgöngur og segir þetta er bara vitleysa, þetta er allt í klessu hérna. Þá er þetta skilið eftir sem tvær fullningar, gagnstæðar fullningar. Hlutverk blaðanna er að fara og kanna það. Hvað gerði hérna Sigurður Ingi? Og ég hef alltaf verið hrifnastur af því að blaðamenn fari bara og skoði eitthvað mál og setja það inn í sig og segi frá því sem vitni eða þú veist. Ég hef alltaf hrifnastur af því. Þú er kannski með 2 viðmælendur. Nei, ekki, en akkur er ekki hlutverk RÚV að athuga hvað gerði Sigurður Ingi í vegakerfinu? Já, ég var nú reyndar ekki að hugsa svona öfluga fréttastofu eins og þeir eiga að vera sko. Ég var nú ekki að því sko. Heldur, það getur komið upp ágreiningur milli tveggja. Og það er ekki alltaf vont að vera með 2 viðmælendur sem stangast á. Það sjálfsög ekki. Nei. En á endanum er það hlutverk fjölmiðlanna. Það svaraði að stundu segi þetta sé svona samingið því að þegar þú horfir á kvöldfréttinar á RÚV og svo Stöð 2 þá farið endalausar fréttir. Þetta er að gera því Gaza og þessi fundur þarna í Frakklandi og Trump er að gera þetta. Og þú verður bara fyrir svona áreiti af einhverju fréttum. Það er enginn að segja þér hvað til samingi þessara viðbrigða. Nei. Ég hef alltaf talið, þetta er hluti af því sem sko, fjölmiðlarnir er að vinna við að gera. Og ef það er ágreiningur vegakerfið, þá finnst mér að RÚV eigi bara druslast í það, mæla kílómetrana sem voru lagðir og af hverju er slitlagið að tæmast, er það út af auknum vöruflutningum, eða er þetta lélegra efni sem er notað núna, er þetta afleiðing af útvistun í vegakerfinu. Þetta er hlutverk okkar að segja frá. Ekki að bíða eftir eitthvað ringi í okkur til að segja þetta. Þetta kallar á hugrekki, sjálfstæða dómgreind og stundum sko rísa einhverjir blaðamenn upp og þeir skrifa bækur og þá er það stimplaði reiðir of reiðir til þess að vera marktækir. Já, ég er nú alltaf mjög reið. Þú fyrst það í Kiljunni? Ég fekk það í Kiljunni. Velkomin í hópinn fyrir mig, þetta er já, bara reiðafólki. Já, erum við reiðafólki? Erum við öll 4 bara of reið til að vera marktækir? Þetta er stundu verið notað, sko. Já, þetta er mjög oft notað til þess að svona smætta það sem konur hafa fram að færa. Það er alltaf svo reiður og tilfinningasamar. En þetta er raunverulegt. Mér var einmitt hugsað til þess að konur voru stemplaðar hysterískar og þegar hún bara hent út á borðinu, þá höfðu til tilfinningasemi þeirra, þegar höfðu eitthvað að segja. Mér leið bara eins og konur sem bara stempluð bara með hysteríu. Þegar ég var vitni að þessari umræðu, nei, alveg tala. Af hverju var ekki efnislega umræða það sem var verið að skrifa? Það er að því að það fer svo lítið fyrir efninu, það er eins og þú varst að segja, það er ekki efnislega umræða neitt, nema kannski við samstöðar borðið. Þetta er svolítið notað, ábyggilega verið sagt við mig, þú veist, hvort að ég líti aldrei glaðan daga þegar maður verið að gagnrýna eitthvað svona, þú veist, sem bara kannski Hannes Holmstedt segir þetta, hægri með þeir alltaf í svo góðu skapi eru bara hvað er að grilla á daginn og græða á kvöldin en vinstri mennirnir eru alltaf svo púlir eitthvað, þetta sé svona ég þekki bæði hægra fólk og vinstri fólk og
Ég veit ekki, það ekki þannig að félagsskapur hægra fólks sé einhvern veginn áberandi skemmtilegra, Nei, en það sá ég sérstaklega ástæðu eftir þessa einhvern Egils Helgasonar sem kollegi okkar, af því það hér var að tala ósamstöður blaðamanna og hvernig þeir hvernig við höfum stundum verið sjálf okkur verst í einhverju bara furðulegum kýtingi, að ég svaraði bara daginn eftir á Facebook með því að ég væri bara mjög glaðsinna ungur maður. Kannast ekki við alla þessa reiði. Þetta talandi ósamstöðu blaðamanna, af því að einhver leyti þá byrja ég mest fyrirhluta á jaðarmiðlum eins og Helgapóstunum og svo pressunni og pressan fékk náttúrulega rosalegar móttökur, ekki síst hjá blaðamönnum og við höfum nú oft talað það að vísa í það að það var síðanemdi bara afgreiddi og þá var mokkin bara átt í blaðamannafélagið og stefnuvottar komu og þannig að við fengum bara það var alvarleg tilraun til þöggunar ef fólk að tala þöggun í dag þegar rifja upp þennan tíma. En það er alltaf verið hluti blaðamanna sem að finnst vilja helst vera í partíinu svolítið og vera hluti af valdinu framlegging á valdinu sem að fjölmiðlar eru náttúrulega eru hluti af valdinu og ég vitna oft þegar við talum þetta í myndina Spotlight sem ég hvet fólk til að horfa á sem að fjallar virðist vera á yfirborðinu að fjalla stórkostlegt afrek rannsóknarblaðamennsku í Boston Globe en raunverulega fjalla myndin þöggun Boston Globe í 20 ára á þessu máli og hvernig þeir fórnarlöfum prestanna reyndu að fá áheyrn aftur og aftur en það kemur svo vel í ljós að yfirstjórnin í blaðinu og raunverulega meiri hluti blaðamannana tekur þátt í því að verja valdið gagnvart þeim sem eru gagnrýnandi og þannig það er ekki hægt að skilja sögu Morgunblaðsins nema að horfa á fjölmiðla þannig þetta fyrst og fremst það sem hefur verið að þegja yfir það sem hefur verið að reyna að kontróla og hluta blaðamenn alltaf vilja vera þarna og við urðum varfið að við vorum að skemma partíið. Mér fannst eiginlega þegar að Fréttablaðið keypti þrótt á DFF og gaf út svona götublað og Mikki og Jónas voru ritstjórar og skrifuðu meðal annars kynferðisafbrotamann á Vestfjörðum og Einhentur kennari. Þá var fólki sem var á Fréttablaðinu sumir áttu bara ótrúlega erfitt með að þetta væri bara sömu lóð ritstjórn DFF, það var einhver sem sagði mér daginn að ég held að það var ekki Helgi Seljan sem að þurfti að koma með skilaboð eitthvað að dóttir mín var á í mig eða eitthvað svoleiðis og hann þorði alltaf að fara í gegnum frétta af því það voru hluti, alls ekki allir og ég man einn orða þetta svona þegar þá slettist á okkur hinn sem að byrju hvað það? Nei, Smári, þetta var líka við vorum í sama húsi opið á milli og einhverjir að DFF-liðinu höfðu heyrt hvað við vorum að gera og fóru tóku á okkur málið eða í þá veru og það var rosa mikil reiði að geta ekki talað frjálst í vinnunni. Já, en ég að vísa í það sem var líka sem að var að þetta væri ekki fín blaðamennska. Já. Ég hef alltaf litið á þetta er bara, þetta er bara eins og tónlistasagan. Þú að hafa punk og þú getur ekki haft bara eitthvað Dixieland í hótellobbíinu. Þú að hafa fjölbreytileika í þessu. Og mér finnst mér blöðin sem ég hef tekið þátt í að búa til og fjölmiðlarnir, mér finnst þetta allt eins og að stofna hljómsveit. Það skiptir máli hvernig tónninn og blærin Alltaf bara vera trúr blaðamennskunni. Bara hafa alltaf reyna samvisku fyrir því sem að gera gagnvart þessu starfi sem maður að vinna. Þeir fjölmiðlar sem eru að huga að þeim sem standa veikast og þeir fjölmiðlar sem eru að hugsa almenning og snauðan almenning sá slagkraftur hefur náttúrulega minnkað ansi mikið. Það er mjög áhugavert að lesa Viðskiptablaðið, fjölmiðlarýni í Viðskiptablaðinu og hvernig þar er verið að ráðast gegn stofnunum almennings sem eiga að bæta kjör okkar í samkeppni og svona, hvort sem það er neytendur eða samkeppnisstofnun eða hvað það er Morgunblaðið hefur nú ekki verið þekkt fyrir að vera þarna koma sterkt úr þeirri áttinni. Ríkisútvarpið mjög
valdsækið undanfarið, allt of varfærið, þau eru allt of hrædd að lenda í einhvers konar deilum, þannig á hverjum degi virðist vera keppikeplið að segja sem minnst, að skrifa sem minnst af því sem gæti kallað á einhver viðbrögð. Ég veit fyrir mér, hvaðan þessi hræðsla Ríkisútvarpsins kemur, þú veist, af því að nú þetta bara mjög valdamikil stofnun með mikla fjármuni og bara fínasta mannauð og við hvað eru þau hrædd? Þetta sumt gott sem þau gera, en það bara það er svo, ég veit það ekki. Til þess að vera með neytendaþátt, ekki í danska Ríkisútvarpi með, það var svona, nú ég að vísa í kannski í liðin tíma, en það var mjög bara stofnun í dönsku samfélagi sem var neytendaþáttur. Minnst RÚV, og það, að þú ert að tala þetta, færa sjónarhornið, við erum að, fjölmiðlar geta hort frá valdinu, og ég held alltaf sem Mokkin gerir það og mér finnst RÚV gera það, sérstaklega ýktist upp í COVID. Það er Adam Curtis sem gerir heimildarmyndir og hann hjá BBC árum saman. Hann orðaði þetta eitthvað svona, þegar það var búið til ríkisútvarp, þá veldi fólk sér, hvað er það? Ja, það hlýtur þá að vera að endurspegla sjónarmið þeirra stjórnvalda sem að verða til í lýðræðislegu ferli í samfélaginu. Og þannig var BBC, þangað til að verður þessi lýðræðisbylting sem er oft kennd við 68 en er á sér lengri rætur, að þá verður hugmyndi, nei, hlutverk ríkismiðls hlýtur að vera það að horfa með sjónarhorni almennings. Ég held að Jónas hefði alltaf orðað þetta svona almennings skattgreiðenda og neytenda. Þess vegna var alltaf mikil áhersla á neytendur í DFF í upphafi og allan tíð meðan að Jónas var. Og þá er búið til svona sjónarmið. En þetta er líka þess að þú ert að vísa til. Og þá verður opnast allt annars konar heimur. Og að sumuleyti verður þetta það sem að endur lífgar blaðamennsku. Þegar við erum að tala um góða blaðamennsku, þá er það frá þessum tíma. Svona frá snemma á 7. áratugnum, hvort sem það er í Bretlandi eða Bandaríkjunum. Þessi bylgja kemur til Íslands kannski 74, 75, 79 er Helgapóstur stofnaður og þegar bylgjan byrjar að hún er hluti af þessu og það er svona inn í Ríkisútvarpinu löngu til að fylgjast þessu og vera þetta. Þetta var til dæmis eina svona, hvað er fréttablaðið? Fréttablaðið horfir á heiminn frá þessu sjónarhorni, ekki frá valdinu. Þegar það eru endalausir ráðherrar inni í settinu á RÚV, það er að segja fréttir, já, fréttum þetta helst og svo segir, hér er heilbrigðisráðherra, hvað er að frétta? Þetta er bara eitthvað bilun. Þetta er svo mikil tímaskekkja. Það voru 2 ráðherrar í Kastljósum daginn og það var snörp og skemmtileg umræða, Hanna Katrín og Sigurður Ingi. En þar var einmitt eftir því tekið að Hanna Katrín, hún talaði mannamál og sem sagði manni fram á hvað er langt síðan við höfum síðast heyrt einhvern ráðherra að tala mannamál. Og með svona hreyfingar og svona. Og hvaða gagn er þá í því fyrir fjölmiðlana að kalla til ráðherra sem segi ekki neitt árum saman. Afhjúpin og Sigurður Inga þar sem hann er að verja grátkorinn, það verður bara svo niðurlægjandi að horfa á stjórnmálamann sem hefur selt þessu fólki í sálsína. Já, hann skulle ekki gera sér grein fyrir því að þeir eru bara með 5 þingmenn, voru með 13. Þeir töpuðu 8 þingmennum og hann best á hæl og naka til að vera formaður áfram. Með því að verja stórútgerðina. Já, og hugsið ykkur, hann heldur eftir 5 þingmenn og hann bara segir ekki bara á næsta fundi þá bara segja að mér. Þú væri búin að skrifa leiðar um þetta eða þú værir á fréttablaðinu. Kannski er Kaupfélag Skagfirðinga bara, þetta er línan sem kemur þaðan, voru Kaupfélag Skagfirðinga. Og kannski það. Það er mikil áhrifamaður í Framsóknarflokknum. Og ég held að Framsóknarflokkur sé aldrei með neina stefnu einu máli sem kaupfélagsstjórinn í Kaupfélag Skagfirðinga samþykkir. Já, ég held sér líka í Höfn í Hornafirði, ég er ekki líka svolítið svona arleið Halldórs Ásgrímssonar þar svona. Ég held að það sé líka svolítið mikið fram. Þetta væri nú fín fréttaskýring í fréttablaðinu núna. En sáuð þið það er svo margt sem við söknum. Sáuð þið þegar að SFS, LIU, þegar þau skúpa ríkisstjórnin boðar til blaðamaður kl. 13 og þau leka út innihaldinu og sínum sjónarmiðum og taka yfir hátíðsfréttirnar. Kvöldfréttunum þá er líka SFS. Já, einmitt. Bæði belti og haxlabönd. Já, ég meina, mér finnst þetta, þarna er RÚV. Þetta er ekki í lagi. Nei, þetta er ekki í lagi. Og hvað er SFS? Það eru svona 15 fjölskyldur, kannski svona samanlagt 150 manns sem eru að geta hagsmuna. Hinum einn hvað eru við mörg orðin 397.528. Þannig að, nei,
talsmaður SFS ætti, ef þetta væri svona lýðræðislegt, sko, þá ætti hún að fá að koma hann svona einu sinni og 3 ára fresti, en þetta öfugt. Almenningur kemst aldrei að hérna erum við með almenning, sjómann eða fiskvinnslukonu sem að misti vinnuna því að var keypt ný batterivél eða eitthvað. Við erum aldrei með þannig. En það alltaf einhver frá viðskiptaráði, SFS, samtökum atvinnulífsins, inn á gafli hjá Ríkisútvarpinu. Endalaust. Ég held að það sé, og það ekki furða þetta, þú veist, þetta virkar ekki, þess að ef þetta reka þess að þú ert að segja, það verður að vera heiðarlegur alltaf stund að blaðamennsku. Og það viðkvæmt að búa til hópinn til þess að við getum unnið saman og borið traust hvort til annars, þá verðum við að hafa svona sameiginleg markmið. Þú þarft að hafa trúnað við almenning. Já, trúnað við hvort annað, trúnað við almenning, en ef verið að svíkja það, alltaf verið að koma inn einhverjum sérhagsmunum, þá bara hrynur kerfið og ritstjórnin sem á að styrkja þannig að við verðum stærri hvert fyrir sig í hópnum, að við verðum bara minni, við verðum bara lélegri í hópnum, heldur við verðum bara stök. Þessi úlfúð sem á milli fjölmiðla og fjölmiðla fólks, ég velti fyrir mér, er þetta baráttan brauðið, eða er þetta bara svona einhver grundvallar ólík sýn sem við höfum á hlutverk blaðamannsins? Þetta er pólitík. Já, bara 50% blaðamanna hér á landi líti bara á sig sem einmitt framlenging á valdinu, þau eru bara að gæta einhverja hagsmuna sem eru ekki almannahagsmunir, heldur bara einhverjir sérhagsmunir, eru bara í jobbi við það, fá aðgang almenningi í gegnum það. Eða hvað er þetta? Ég veit það ekki. Það eru kannski bara rómatísk. Svo bara aðrir í stéttinni sem segir ég vinn við að dreifa upplýsingum, ég tek upplýsingar hér, matriðar í frétt og senda þær út. Það mín vinna. Þegar ég var svona síðast að afla frétta, fréttamaður í venjulegu starfi, að þá kannski var aðstoðamaður ráðir eitthvað og ég sagði bara alltaf, ég tala bara við aðal. Ég verð að fá að tala við aðal, ég bara tala ekki við þig, ég vil fá að tala við aðal. Og þetta gekk við alltaf upp bara. Það var bara nóg ákveðin, beitti þessari röddu, ég tala bara við aðal og það bara gerðist ítrekkað. Og spurðir ögrændi og varst ekkert að ritskoða spurningarnar? Ég var á fréttatímanum og ég, þegar var að vera að vitna í aðstoðmann, ég sagði bara, við vitnum ekki í það. Þetta er bara hired gun. Maðurinn er ekki að segja það sem honum finnst. Þannig hann er bara óheiðarlegur í starfinu. Þannig að hann verður að tala við annarkost forstjóran eða ráðherran eða eitthvað svoleiðis. Við tölum ekki við aðstoðmenn. Þetta minnum að það var ekki eitthvað okkar að reyna að ná í borgarstjórun daginn og það voru 3 aðstoðamenn sem voru að víkirðana. Jú, ég er búin að vera í sambandi við 4 mismunandi aðstoðamenn og upplýsingafulltrúa, en það er nú gaman að segja frá því að hún Heiða Björg ætlar að koma hingað til okkar í næstu viku. Já. Þannig að þú komst í gegnum alla þessa upplýsingafulltrúa og aðstoðamenn. Það er alltaf langur tími, þannig að dagbókin er greinlega þétt skrifuð. Já, hún er þétt skrifuð, fram á haus. Þetta rifjar upp hvað við höfðum sterka stöðu. Það bara engin ráðamaður komst upp með það nema Davíð og Davíð farnaðist ekkit rosalega vel. Hann var bara fyrstur, man ég sem blaðamaður, til þess að fara að handvelja þá blaðamenn sem hann talaði við og setja þá í fristinn. Hinn er bara, þeir töluðu allir við mann sama dag og maður sendið þeim fyrirspurn. Hann boðaði fréttablaðið aldrei á blaðamannafundi. En ég sagði oft blaðamann sem skilur eitthvað, farðu bara neða stjórnarráðshúsi og býttu þar, því að Davíð sér aldrei nei þegar þú hittir hann. Hann var þannig, hann var erfiður, en ef maður hitt á hann og þá vildi hann alltaf tala. Svo þetta mér í huga, þótt þeir voru drullu fúlir yfir því að maður var alltaf að trufla þá og maður var alltaf að spyrja þá, en þeir hringdu samt tilbaka og það minnir mig á kveðjur Björns Bjarnasonar. Hann heilsaði aldrei, það byrjaði alltaf þegar sími hringdi, maður bara með borðsíma, maður tekur síman, hvað vilt þú? Svona byrjuði alltaf við Björn Bjarnason, hvað vilt þú? En varðandi upplýsingafulltrúana, þá er þetta líka annað sem breyst, því að við erum kannski að horfa á svona eldri tíma. Og frasi sem ég notaði þegar ég byrjaði í blaðamennsku, þá voru kannski svona 250 blaðamenn og 1 upplýsingafulltrúi, Jón Hákon Magnússon. En núna eru líklega 1000 upplýsingafulltrúar, en bara kannski 100 blaðamenn. Já, þetta er svo sláandi. Þú veist, það sem við fórum kannski, ég líkt þessu við svona á, að þú ferð og ert að móka upp úr henni upplýsinga, en upp eftir ánni, að það er bara alls konar liðbúin að sulla alls konar eitri í þessa á.
Þannig það orðið rosalega flókið og þess vegna er ég að tala þessi sem er Ríkisútvarpið sem ætti að horfa á að við lifum á mjög sérstöku tímum með ætlum að bara viðhalda blaðamennsku og fréttamennsku að vera með svona stefnu og svona hugmyndur hlutverk okkar sem að hæfir þessum tíma sem er allt annar. Þú getur ekki farið bara og mókað upp ánni og hvað ætlar að láta þú eru trúnagakvart hlustendum og áhorendum ætlar bara að segja þeim að þetta sé raunveruleikinn. Þetta er ekki raunveruleikinn. Þú verður einhvern veginn að greina þetta í sundur sko. Þú veist. Það er eitt sem ég sakna svolítið á fjölmiðlum og sem að Fréttablaðið sýndi mjög vel og það eru svona löng helgarviðtöl þar sem þú getur setið með þú getur byrjað að lesa helgarviðtal bara á laugardagsmorgni og þú getur verið að lesa það svona í gegnum daginn af því að það var svo langt og ítalegt og við eitthvað svona eina mannesku eitthvað, þú veist, bara eitthvað og það voru stundum 2-3 svona stóru viðtöl þú veist, og svona raðast eitthvað þannig í blaðið og ég held að þetta sé það sem og ég bara ef ég tala svona úr mínum kreðsum þá er þessi fjölmiðlun eitthvað sem fólk saknar. Vísir gerir þetta, það eru Jakob Bjarnarís og fleiri á Vísi sem fara löng viðtöl. Við náttúrulega í helgispjallinu, ég hlustaði á það er svo erfitt að lesa svona löng viðtöl að skjá. Geri Elíasson var svo rólegur og svo íhugull að ég var að við ættum að selja þetta viðtal sem svona íhugunardisk. Það var bara rosalega hollt fyrir sálinn að hlusta á Geri Elíasson í tæpa 2 tíma í gær. En ég sagði í upphafi í kynningu á þættinum og við erum kannski komin á þeim punkti núna í umræðinni að hvort sem að fall Fréttablaðsins á mikinn þátt í því eða ekki þá eru mörg okkar núna og margir í hópi almenning sem að upplifa fjölmiðlun á Íslandi sem skakkari, sem hlutdragari, sem pólitískari og sem lélegari reynlega heldur en hefur verið. Það verður gaman að fá sjónarmið ykkar það. Blaðamennskunum sé lélegri og pólitískari og það sem minna traust gagnvart þetta er þess að leifa sem er eftir það er við vitum og erum búin að vita alveg frá því að Davíð Oddsson var ráðinn ritstjóri á Morgunblaðið þá var bara sagt hver stefna væri þar á bæ. Það er ekki breyta kvótakerfinu, ekki hreyfa stjórnarskrána og íslenska krónan og utan Evrópusambandsins. Og þau hafa barist bara þannig. Þetta er stefna Morgunblaðsins gagnvart þjóðinni og þess vegna finnst mér að efni sem er ekki gert af þessum pólitísku hvötum, mér finnst það bara falla með hinu. Mér finnst það. Ég nenni ekki að lesa nema sumt í Morgunblaðinu. Ég hef bara efasemdir hvað bjóða baki blaðinu sem ég er með og það er svona finnst mér finnst þetta ekki nógu gott. Þetta er bara, þeir eru bara agendar fyrir þetta og núna þegar að Smári sagði daginn að við mig allavega að næst myndi moggin ráðast á Viðreisn að sjá að flokkur fólksins er að íta þessu bara frá sér og Inga Sæland var í gær og hún bara hlóaði þessu og svona og þeir byrja í morgun að eitthvað Jón Gnarr vill láta breyta mannanafnalögunum og þá sögðu þeir hann hét Jón Gnarr Kristinsson og þar áður Jón Gunnar Kristinsson og kom með þetta fúla aftur eins og þeir halda að geti gert hann reiðan eða eitthvað en þetta er ekkit þetta er svolítið líkt móðgónum. Það er svona byrjaðins að pota í Viðreisn eins og var nú spáð bara í gær held ég að þið myndið fara að byrja á. Já, við tölum við Ingu Sælandinn í gær og þau tekja eftir því að það hafi verið rosalega látið með og við höfum svolítið rætt að það hvort það sé vegna þess að þetta fólk þykir ekki, það verið að komið að okkur þetta er ekki nú bara fínt fólk til þess að fara með völd við höfum að hafa svona Björn Bjarnarsson típur í öllum stöðum. Hann er fór fín. En einhver leiti það er ekki til nú margir svo en einhver leiti er það ekki að virka og þess vegna vorum við svona spáði ég man ekki hvort það var í þættinum eða við vorum svo miklu stuði Inga og sagði þetta frammi hún hefði ekki verið svona stuði sinni í kosningabartuna það var svo gaman að koma að þá voru spáð því að næst myndi Morgunblaðið snúa sér að Viðreisn reyna að hóla það innan. Já, þú sagði þetta til mér maður og það byrjaði morgun?
Já, svona á jónknar, sko. En Inga hefur liðið svona vel hérna í gær vegna þess að þetta hefur verið fyrsta skipti frá kosningum sem hún var í öruggu rými því að sko mjög margir fjölmiðlar hafa bara stokkið á hana eins og úlfar á öklan á henni einmitt af því að þú ert svolítið að segja það hún kemur úr þeirri átt og þau koma úr þeirri átt að þau virðast liggja engar vel við höggi sumra fjölmiðlunga sem að bara rífa þau í sig og það er ekkert annað en framlenging á einhvers konar hefðarstjættar yfirvaldi sem að blaðamenn eiga ekki taka þátt í. Ég hef upplifað þetta svolítið eftir að ég kom hingað og ég svona eftir að ég klára viðtöl og ég fylgi viðmælendunum mínum út og segi þau, þetta var allt öðru sem ég sá fyrir mér. Mikið var þetta gott og ég er svo fegin að þú einmitt grillaður mig ekki. Eða þá er það bara, þú veist, ég meina maður spyr þetta spurninga og það sem að manni svona dettur í hug til þess að eiga í samtali en það er þetta, sko, maður þurfi alltaf að vera að stjaksetja viðmælendur sína. Má ég aðeins hún í gær, þá var hún náttúrulega bundin trúnaði út af þessu sko fjármálaáætluninni en sagði þetta, þið muni sjá þetta, þið sjáu þetta. Og núna er það þannig að félags- og húsnæðismálaráðuneyti segir að í fjármálaáætlun fyrir árin þessi, 2026-30, sé stór tíðindi fyrir öryrkja og eldra fólk. Og það skora fólk bara að lesa þetta og áætlunum marka vatnaskil og það sem hún svona gat ekki sagt okkur nema svona bara undan ofan að því að þetta var alveg rétt hjá henni. Hún sagði, hún væri að ná miklum árangri og ég get ekki betur sem þetta er risastórt mál og stórkostlegt að sjá að það verði að veruleika. Kjaragliðnu, almannatrygginga og launa verði með þessu loksins úr sögunni og fólkum all land nýtur góðs af. Þetta er bara, hún sagði þetta svona, sko eins og gat að hún var bundin trúnaði það til í dag, sko. Og hún var svo glöð með þetta, hún átti ekki bara, þetta er svo gaman í þessari ríki, svona allir svo, sko. En þessi dagsetting, ég fann að því hvernig Kastljós talaði við Ingu fyrir löngu síðan, þegar Einar Þorsteinsson var hérna. Og mér fannst þetta að vera svona ekta, eitthvað sem að telur sig vera hluta af valdinu var að segja hvern anskotar þú að vilja upp á dekk og þú ert bara ekki nógu góð og þú veist bara að það er allt öðru þessi trítment sem að Inga fékk og að sumuleyti píratanir heldur en til dæmis Bjarni Ben það sem að sko fréttastofan var alltaf bugtat og beit og mér finnst þetta bara niðurlægjandi fyrir að vera fjölmiðlamaður og horfa upp á svona. Síðan er þetta með stjaksettingarnar að hvar er þetta mest notað í fjölmiðlum og það er í Bretlandi og sömuleitt er þetta gegnum BBC. Það er ótrúlega stéttskipt samfélag og það er ekki þannig að þetta trítment fari, ég fylgdist með kosningunum var ekki 2017 eða ekki, í þessum að Corbyn leiðir fyrstur og fylgdist svolítið með bresku fjölmiðlum og fekk bara áhuga á þessu því að ég hafði bara aldrei séð ég hef aldrei bara séð þetta áður sko. Það sem að tala við forystumann í íhaldsflokknum og það er bara voðalega pent alls saman. Svo kemur nýr forystumaður í verkamannaflokknum og það tala við hann eins og sé algjör astni. Og ég hugsaði bara, hvað gerðist fyrir BBC? Ég man að ég var að fylgjast með BBC fyrir svona 10 og 15 árum, þetta var ekkert svona. Það var bara komin eitthvað svona furðuleg stemming og það var ekki fyrir en að komu kannanir sem að sýndu að stefnuskráin sem að kratarnir lágu og átt að grafa undan Corbyn, hans eigin bandamenn, eigin flokksmenn, að komi ljós að almenningur var bara fylgjandi megnin að þessu. Að þá breyttist aðeins tónni svona síðustu svona 6-8 dagana í þessu. Og þá var ég hugsa þessa staksetningu. Eftir hrun að þá var rosalega reiði í samfélaginu og sömuleyti tók Kastljós þetta að sér að taka valsmenn og tala við það á svona hörku og Helgi Seljan og Sigmar Guðmundsson urðu svona mistarar í þessari tegund. Jafnvel Egill Helgason í skammastund í silfrinu. Reiður í korter. Já, þótt að honum farið ekki eins vel og Helga því að Egill vill ekki eiga í ágreiningi við fólk sko. Það er alveg augljóst þegar hann er að sýna hörku. Og þetta hélt áfram. En núna er það Einar Stefán sem heldur þessu á lofti og að hverjum ræðst hann? Hann ræðst að þeim sem að eru að gagnrýna valdið, eru að gagnrýna stórútgerðina og auðvaldið og hamast á því eins og það sé ómerkilegt fólk. Og hvað er hann að tala? Er hann að tala um pólitík? Nei, hann er að skrifa um einhverja gamlar bloggfærslur. Hann er að, alltaf að reyna að sýna það að fólk sé bara, sé ekki nógu gott fólk til þess að vera þarna. Og ég held að þessi umræði í samfélaginu
þú veist, hún verður að linna, sko. Þetta algjör steypa, sko. Það sem að við erum aldrei að ræða eitthvað sem að skiptir máli, heldur alltaf verið að ýja því að sá sem að gagnrýna, langoftast, því að þetta beinist sjaldan að þeim sem raunverulegt valdafólk. Þetta og þeir læra það á RÚV, eða þú sér það í, hvað heitir þátturinn Kveikur, að það er ekki lengur verið að fjalla samherja eða eitthvað svona raunverulegu öfl það er alltaf að vasaþjófa og búðaþjófa og eitthvað svona eitthvað, þannig að fólk læri þetta og mér finnst þetta eitt af því sem að blaðamenn ætti að vera að hugsa þú veist, á fókusinn að vera að segja almenningi að að Ásta Lóa vegna ástamála hennar sem að, þú veist, eðlilegt að sé að ræða þú veist, er það þannig að hún getur ekki verið ráðherra sem eftir ævinar? Er það málið? Nei. Ég bara, erum við í þannig samfélagi að eitthvað sem að, gerir ekki eitthvað sem að, ég meina, erum við svo, óbrisk öllsuml, að við getum bara dæmt alla til þess að þeir verið, menn aldrei gegna neinni opinberri stöðu. Þú getur aldrei verið hitt og þetta, aldrei komið fram neinstaðar. Vegna þess að varð eitthvað á eða skrifaðir eitthvað sem gagnrýnisvert og þessi harka, þessi stjaksetning er núna komin í hendunar á stór útgerðinni og ég heyri bara fólk vera að tala að Stefán Einar standi sér svo vel og svo góðu blaðamaður. Mér finnst það bara hlægileg hugmynd. Já, hann ekki góður blaðamaður. Vegna þess að þú segir, ef það væri einhver mannamunur gerður, þá skildi maður ætla að blaðamenn myndu sækja fastar að þeim stjórnmálamönnum sem að hafa gríðarlegan auð á bakvið sig og tengslanett. Það er að segja, með öðrum orðum, Ríkisútvarpið eða Morgunblaðið, ef Morgunblaðið var ekki pólitískur miðill, þau ættu að hafa sýnt manni eins og Bjarna Benediktssyni miklu meira aðhald heldur en einhverjum þingmönnum Ástu Lóu hjá Flokki fólksins eða Maríu Lilju og Semíu og Solaris til dæmis. Eða það. Það er bara, það svona mál. Nú ég auðvitað. Það var ríkissaksóknari eftir ykkur. Já, ef ekki bara að ræða það eins. Jú, við getum alveg gert það. Hvernig Já, það auðvitað hefur ekkert breyst, það hefur ekki komið neinn í gögn, það lögregla búin að vísa þessu frá núna 3 sinnum, þessar rannsókn og allt það. En það sem áhugavert að það hefur engin fjölmiðill hringt í mig. Engin, en þetta ég veit það bara sjálf að þetta er stór frétt. Það hringir engin fjölmiðill í þig. Nei. En fólk fréttafólk hefur einhver leyti fjallað þetta mál samt og það pikkar frá bloggfærslur bara út frá þá á einhverjum ástæðum þá verðist alltaf leka út henni opinberu gögn sem stíluðir á mig og Semöllu og þau byrja á því að birtast í Morgunblaðinu og svo einhvern veginn svona fer þetta svona eftir því sem dagurinn liði. Ég held við verðum að rifja aðeins upp þetta mál þannig að allir hlustendur og áhorfendur skilji þetta snýst sem sagt björgun ykkar tryggja á fólki frá Palestínu sem kemur hingað til lands. Já. Og þið voru með fjársöfnun og þið og það sami einstaklingur sem hefur í þrígang kært ykkur. Já, hann sem sagt kærir og svo áfrýjar hann alltaf þessu, lögregla vísar alltaf málinu frá vegna þess að það eru engin gögn sem benda til þess að þessi áburður mannsins sé bara sannur. Þetta er fyrrum hæstaréttarlögmaður Einar, hann er pabbi Diljár Meistar, þingmanns, þótt það komi henni mögulega ekkert við, þá var það samt bara staðreynd og þú upplifir þig sem hundelta vegna þess að hann vill meina það að þið hafið mútað sem sé glæpur og fjársöfnunin hafi verið Fjársöfnunin hafi verið ólöglega því að við ringdum ekki í sýslumann áður sem einhver lög frá 1977 sem voru áður en að internetið var héltu utan fjársöfnunin að stærsta leyti. Þetta er það er mjög margt í þessu og svo auðvitað þetta fjármögnun hryðjuverkasamtaka og ýmislegt, þetta fjármögnun hryðjuverkasamtaka. Já, þetta er engar smá ásakanir. Og þú náttúrulega örmagna að þurfa að þola þetta hvað eftir annað? Já, það er ekkert skemmtilegt að sitja undir því að vera með réttastöðu grunaðs bara núna í heilt ár.
fyrir fjármögnun hryðjuverka. Þegar þú ert í því að bjarga mannslífum, falstími. Og þetta er bara, en þetta er svolítið merkilegt, því að þetta er auðvitað hluti af miklu stærra mengi og við erum að sjá það eins og í Bandaríkjunum. Það sem er að gerast núna er að fólk sem að hefur staðið fyrir mótmælum, fyrir fólkið á Gaza, nemendur í þessum stærstu háskólum sem voru með tjaldbúðirnar fyrir fólkið í Palestínu, það er verið að pikka þetta fólk upp af götunni og fangelsa það án dóms og laga og það mér líður að mörgu leyti eins og það sé verið að reyna þetta nákvæmlega sama, það er að kippa undan okkur fótunum, sérst Solaris, mér og Semi Erlu. Og fjölmiðlarnir taka þátt í brennumerkinguna eða jaðarsetningunni með að ringja ekki í ykkur og taka ekki við til það talar enginn við okkur. Það hefur, ég sá einhver hringdi í lögmanninn minn á einhverjum tímapunkti sem er náttúrulega bara svarar hlutunum eins og lögmaður. En sem er svo sem alveg ágætt, hann er fínn. En það vantar dýptina í þetta, sko. Það er svona, hver er þessi maður, hvað liggur þarna baki, þessar ásakanir, hvernig getum við einhvern veginn svona, þú veist, rótað því upp, þú veist, hvaðan koma þessar ásakanir, hvaðan koma þessar hugmyndir þessar manns sem á ekkert skylt við þetta verkefni, hann hefur enga hagsmuni, ekkert, hvaðan koma þessar hugmyndir hans það sem við vorum að gera. Hvaðan koma hugmyndir saksóknara að halda áfram rannsókninni sem er nýbúin að lýsa því yfir að þeir hafa ekki peninga til þess að saksækja stjórnendur í eimskip og samskip fyrir að hafa haft af almenningi 10 milljarða. Og með sko nýjustu greinagerðinni. Hækka vexti og fleira með okri sem hefur leitt út í það lánin okkar á að hækka. Þeir hafa ekki peninga til þess. Þeir hafa peninga við að elda Maríu Lilju og Semi Erlu. Þetta er ógeðslegt Ísland. Já, þetta er það. Þetta er nefnilega, og þetta er mjög merkilegt og ég meina það sem að saksóknari gerir er að hann, núna nýjasta útspilið er að það er þessi 10 blaðsíðna greinagerð sko þetta mál, þetta er í rauninni, sko, það er einhver maður út í bæ sem að hugnast ekki það sem við gerðum vegna þess að þetta varpaði ákveðnum skugga á Bjarna Benediktsson og Katrínu Jakobsdóttur og þeirra ríkisstjórn. Þetta var hálf vandræðalegt fyrir þau. Þessi maður, tengdur flokknum, fer og leggur fram kæru hjá lögreglu. Hann hefur enga hagsmuni í þessu máli, enga. Kannski gaf hann í söfnununa, ég veit það ekki. En hann hefur allavega ekki lagt fram kvittanir fyrir því. Það sem að gerist er að það bara tekur við eitthvað svona bolti og þetta er auðvitað bara áhyggjumál. Ég meina þetta er eitthvað sem fjölmiðlar ættu að vera að skoða hvernig sko dómsvaldinu er bara beitt ítrekað af þeim sem að sterkari eru. Við þekkjum þetta samstöðinni, það voru þetta fjársterkir aðilar sem að fóru mikinn og reyndu að ná fé af stöðinni og blaðmönnum hér. Og þetta er orðið vopn. Þetta er ljótt mál. Já, þetta er ljótt mál. Þetta er ógeðslegt. Sko, Þegar þú nefndir blöðin eins og viðskiptablaðið sem birtir svona sjálfshælnis umfjallanir viðskiptamanna sjálfan sig. En er svo kannski með 8 eða 9 sko dálka í hverjum nafnlausa dálka sem eru í því að grafa undan öllum þeim sem eru að halda á lofti sko einhverjum almanna hagsmunum gegn auðvaldinu. Og þar er til dæmis verið að hæðast að Maríu Lilju og Semi Erlu sem er ekki alveg síðasta sorti í íslensku samfélagi. Fólk sem að bjargaði fólki úr helju. Sem að 200 manns. Það tekur það enginn af þeim. Prósent þjóðarinnar sko. Hvað höfum við 3 bjargað mörgum manns? Nei, bara 90% af þjóðarinnar taka ofana fyrir þessu fólki. Það er linnulaust verið að naga skóna til þessi svona Ragnari Þór Ingólfssyni, Sólveig Önnu. Ég meina, þeim finnst Ásgeir Brynjar Torfason sem oft kemur hingað og fjallar efnahagsmál svona út frá einmitt þessu sjónarhóli sko almennings. Það er ekki alveg að vera vitlausasta fólk sem til og dónaskapurinn sem í þessu dálkum er svo yfirgengilegur. Svo getur maður hlusta á þetta í svona hægra podcastinu og hættur að hlusta á þetta. Þeir eru alltaf að tala við sjálfa sig og þetta er svo endurteknar plötur sko. Þar fá þeir peninga til að halda út í alls konar svona podcasti sem er meira og minna það að tala hvað allir eru vitlausir og hættulegir og lélegir pappírar sem eru með einhverja gagnrýni í þessu samfélagi.
einmitt. Svo tóku þau opnu í svona að gera grína að þessum fjölmiðlaþætti hjá okkar á samstöðinni á mánudögum og þeir birtu mynd af mér þar sem ég er með svona mjög astnalegan svip eins og ef þú leitar sko, þú ert að horfa á vídeo, þú býður bara þangað til einhverju mjög astnalegur svipinn og þar tóku þau skjáskot en svo voru með Stefán Einar alveg hreint í sínu glæsilegasta stússi, hann í bláum fötum, hér er sér rauði bakgrunnur og þá var verið að gera grína mér en lyfta Stefán Einari og þú veist. Já, þetta er taktíst og þetta er mjög oft gert úr konur, einmitt. Sem það væri alltaf lægi, þetta væri svona átök. En öðru megin eru bara, þú veist, peningakallar sem að, ég meina, hvað er útgerðið búin að henda mikið í mokkan og hérna Einar Stefán og ég meina, og svo er þetta fáðu ríkistyrki ofan á það til þess að halda, Stefán Einar. Satt ákveðin styrkur ég að muna ekki nafnins. Nei, ég hef sagt þetta áður hérna, ég þekki mann sem heitir öfugu nafni og þetta bara rugglast. Hérna, Viðskiptablaðið fær líka styrki sem er alltaf ævintýralegt rugl. Það er haldið úti að hérna, menn borga bara skattana inn við að vera auglýsingar, það verður ekkert gildi auglýsingarnar í Viðskiptablaðinu til þess að halda þessu, hérna, viðhalda þessu. En á hverju bjargaðir ríkið ekki Fréttablaðinu? Af því það var bara ekki hérna, óvinvitt. Já, óvinvitt. Ætli það ekki. Gátt ekki ráðið. En sko, mér langar aðeins til þess að staldra við það sem Enda myndi ég ekkert endilega mæla kannski með því að ríkið myndi berga. Sammála því. En mér langar aðeins að staldra við það sem þú sagðir áðan. Sko, ég fylgdist með þér og leit upp til þín, bara sem blaðamanns. Þú ert ekki einn af það. Lengi. Og aldrei hefði mér dottið í hug að spyrða þig einhver pólitísku öfl á þeim tíma sem þú starfaðir, bara mikinn trúveruleika. Það sem þú varst að segja núna er það að eina dagblaði sem eftir er á Íslandi, þú getur ekki treyst því, vegna þess að það er útgerðar. Ég er næstu búin að segja mafían, en ég má sennilega ekki segja það, ég verður að nota eitthvað annað orð. Það er útgerðar... Mafía er þetta og mafía skal það heita. Það er útgerðar ólígarkarnir sem að standa á bak við það og núna er herrferðir í gangi. Þannig að eina dagblaði sem eftir er á Íslandi, það er ekki nema að hluta að marka fréttaflutning þess. Svo erum við Almanna útvarpjarnar sem vorum að tala um áðan, sem hefur væga sagt lifað betri daga. Við erum með Sýn, þar sem að síðast í þætti ykkar í gær komu fram einhverjar vísbendingar frá formanni Flokks fólksins að útgerðar elítan væri að kaupa sér sterkari ítök þar, ekki satt? Já, í Sýn. Já, gegnum Skeljung, eða Skel heitir það víst. Þá eru eftir svona litlir miðlar sem að hafa mismikinn slagkraft. En hvað segir þetta stöðu blaðamennskunar? Sko, ég var vel hlutlaus í því að samstöðin, hún er bráðnauðsynleg í þessu samfélagi. Hér, sko, við allir pólitíska skoðum Gunnar Smára, en við fáum hingað fólk úr öllum flokkum. Þú ert aldrei það að geta að spyrja Gunnar Smára hvort þú ætlar að boða einhvern í viðtal. Nei. Þetta er bara, við bara bókum inn viðtölin okkar. Og við hleypum að í öllum þessum þáttum sem eru sko margir hérna í hverju viku, margir viðmælendur. Við hleypum að fólki alls staðar að úr samfélaginu. Við reynum að fá, við vorum býðir að fá Þorgerði Katrínu og svona, fólk er svona að leiðinni til okkar og er ekki Inga fyrsti ráðherra þessar ríkisstjórnar sem kemur. Ég held að. Kristrún Frostadóttir kemur næsta föstudag til okkar. Já, en þetta er sem sagt, og henni leið mjög vel, sko, Ingu, sko. Og Inga glannalega fyrirsagnir sagði hún svo eitthvað sem var hérna frammi að kveðja okkur, sko. En nei, þetta er sko, þetta er miðill sem að hirðir ekkit hvað þú kemur. Bara hefur eitthvað að segja. Er þess verið að tala við þig? Og er mjög mikið í því að tala við almenning. Já, svo það. Sem er svolítið lykilatriðið. Því að almenningu situr í sama stólnum og forsetinn og forsætisráðurinn og biskupinn. Sem er strandum ríkisútvarpið. Að þær eru með hérna fína fólkið í Kastljósi og í fréttasettinu. En síðan fær almenningur röddina með því að rekið upp í mikrofón í lok frétta eitthvað stöðar. Markvist eitthvað þetta skiptir máli sko. Að þú veist hérna
og þegar að vera að tala einhvern sem stendur höllum fæti í ríkisútvarpinu. Ég man eftir einhvern tímann var farið að tala við fólk sem var í þessum búsetuúrræðum fyrir útigangsfólk. Og þá var farið inn til hans og það svona óumbúið á bakvið og þetta gert við dómsmálaráðherra, farið inn í svefnherbergi til hans að taka viðtal mér finnst ríkisútvarpið verði að gerir það sig í brók, eins og sagt þú getur ekki verið með hennan linnulösa mannamenn. Mér finnst það skipta máli að við höfum verið með útigangsfólk sem er sitt í þessu sæti sem þú situr í og verið að tala það þeirra líf og fólk sem er að glíma við geðsjúkdóma og bara alls konar venjulegt fólk svona var líka bara vera líka með biskupinn og forsetann og forsetisráðherrann og bara í sama setti. Við tölum það með sama hætti. Ég meina ástæða þess að samstöðin er til og er með mörg hundruð áskrifendur er nú kannski að einhverju leyti svo að fólk fær ekki það á neinum öðrum stað, það sem það fær hér. Þannig að það er svo sannarlega vilji þarna úti til að fá aðra tegunda fjölmiðlun heldur en hefur verið ráðandi. En ef að klára þetta spjall okkar svona... Má ég skjóta inn í saman þetta, af því að ég var að tala hvernig Fréttablaðið var hugsað sem svona struktúrin á því, var að reyna að svara ykkur. Að sömuleyti er hugmyndin hér að leyfa fólki að tala sem er eiginlega svar við því að það sem svona í línulegri dagskrá, það sem er alltaf sagt því miður komist ekki lengra með þetta mál og allt þetta, að það er eiginlega vegna þess að fólk er hætt að horfa, einhverju horfa á línulega dagskrá, en stór hluti bara sækir efni það sem er. Og þess vegna það sem við gerum er að bara láta ekki undan einhverju svona ímyndaðri pressu að við verðum að við getum mist áhorfandana við leyfum þeir að tala aðeins lengur, sem held ég sé bara miskilningur. Þannig að við leyfum okkur það. Þannig að sömuleyti er þetta bara það að gefa viðmælandunum færi á að segja sitt sjónarmið. Svo heyrum við líka stundum frá fólki sem er að horfa á okkur að það kannski eins og núna svona löngumræða, það kannski þarf að gera eitthvað annað, þá fer það bara því þetta, en svo er þetta í hringrásinni hjá okkur alltaf, það kemur aftur og ég heyri þetta í fólki, það bara var meira spennandi sem kom fram eitthvað svona, þetta kemur fyrir að fólk þarf að gera eitthvað annað. Þá erum við samt alltaf, það er alltaf svona efni í gangi, alla sólarhringinn. Þannig að þessi lengd sem er komin á þennan þátt, þetta eru svona 9 til 11 kilometrar í skokki, ég er nýbyrjaður að skokka og ég hlusta alltaf á ykkur á samstöðinni, ég er að skokka, ég nenni ekki að hlusta á okkur á kvöldin. Nei. En ég þarf að hlusta á okkur, þannig að ég bara tekja það í skokki. Og það þarf enginn að klára, þannig ef að fólki finnst þetta á langt, þá getur það bara ímyndað sér að þú segir, hafið sagt fyrir 10 myndum, því miður komist ekki lengra. Þú mátt slökka bara þú vilt, sko. Það er nefnilega má. En ef að fara að slá botnin í þetta, svona bara svo við klárum þetta aðeins með pólitíkina og með skarðið sem að var til með falli Fréttablaðsins, við treyst, er ekki tilfinning ykkar að þú hefur náttúrulega nefnt að Gunnar Smári hvað blaðamönnum hefur fækkað opaslega mikið og það sem verst er að blaðamannafélagi getur ekki svarað þeirri spurningu hve mikið þeim hefur fækkað vegna sín í sama félagi eru upplýsingafulltrúar, almannatenglar og blaðamenn. Þetta er nú ekki það margir, það væri alveg hægt að pikkað út úr skráni. En allavega fjölmiðlun á Íslandi, hún er á niðurleið, hún hefur verið það bara, það urðu tímamót, það urðu vatnaskil þegar Fréttablaðið féll. Það hefur ekkert komið í staðinn, Morgunblaðið hefur ekki sýnt sitt besta andlit eftir að það er einrátt á markaði og það er vantraust í gangi, almenningur veit ekki hvað hann á að leita að góðum upplýsingum. Er þetta ekki vandamál? Það er eitt sem við dettur ekki í hug í þessu samhengi. Það er úling í MR og þar fara alltaf fram þessar kosningar og þar er meðal annars ritstjórn á Lokalauga sinni sem er blað, skólablað sem er gefið út sikkur megin við áramót. Og það er annað skólablað sem að ég man nú ekki hvað heitir og þetta er þetta er mörgleiti og þetta er mjög mikil og spennandi barátta. Ég veit að mín stelpa var í þessu, þær syntu þessu af mikilli alúð og byggu til kynningarmyndböndum hvert þær ætluðu að leiða téð skólablað og fengu kosningu og ég svona velti fyrir mér, ég meina að þú ert að tala pólitík og ritstjórnir og svona, þetta við getum bara tekið alla leið, svona eins og ólíkarnir, við getum bara kosið ritstjórnir á RÚV
Ég ætla bara að segja það. Það missir af fréttablaðinu, en ég myndi ekki vilja skipta á því samt og samstöðinni. Nei, ég held að við erum öll með svo mikla reynslu og við erum kannski með einhvern hjá okkur sem að hefur eitthvað að segja til þess að ráðherra ting, eitthvað bara, að þá spyrjum við alveg svo það að vera að skrifa hvort við spyrjum og það fer bara strax út eða hvort við tökum viðtal og skrifum eftir á. Þetta sama fólkið og þessi miðill bara ódýrari og jafnvel persónulegri. Þannig að ég myndi ekki vilja skipta. Sömuleyti þetta sami að því að við erum að tala svona lengdin á vitrunum. Sömuleyti það að senda út það sem hefði verið bara hráefni í helgarvital. En það bara kom í ljós einhvers staðar bara í podcastinu, ekki á Íslandi, þetta bara út í Ameríku, kom í ljós að það efni var bara áhugavert. Og þá það bara svona beint á kúnni. Og þannig að þetta svona sömuleyti þetta sama en sömuleyti þetta ólíkt. Og ég veit, mér finnst það svo ólíkt fréttablaðið og samstöðin, þannig ég svona stúm yfir það að segja. Nei, ég segi, þetta er svo lifandi þetta er svo lifandi. Og við erum 5 og jafnvel ólíkar manneskjur allar og vantar Oddnýju Eir Ævarsdóttur í hópinn. Hér í þessu umræðu. Þannig að við erum ekkert endilega mjög líkir sem blaðmenn þó að séu blóðskyldi. Þið bræður? Nei. Þó þetta svona... Nei, við erum mjög ólíkir. Og ég fæ nú stund... Nei, alveg, við fórum mjög ólíka brauti í blaðamennsku. Svona hvernig við unnum sem blaðamenn. Ég fæ nú stundum á baukinn hjá vinum samstöðurinnar að ég sé alltaf mikill framsóknarmaður. Að þú sveitamaður? Já, eða ég veit það ekki. Ég er kannski ekki nú punkaðar á köflum fyrir suma hlustendur og áhorfendur samstöðurinnar á sama tíma og Egill Helgason segir að ég sé alltaf reiður. Let me live. En eitthvað pólitíkina, af því að ég er í Sósíalistaflokknum og mér finnst það skemmtilegt að hafa verið að þróa það því að maður er alltaf að hugsa meðan maður er að gera þetta og mér fannst það bara ég man ekki hvernig þetta byrjaði einhvern veginn að þá fannst mér allt í einu að þessi svona hugmyndum að maður er að koma og fara bara í sloppin sem hlutleysu, verið að leika hlutverk að ég segi kannski með allri þessari samfélagsmiðlun og þessari opnun og svona, kannski þetta bara liðið. Þannig ég er í Sósíalistaflokknum og það vita allir, áhorfendur og viðmælendur og allt saman og akkur ætti ég að þykjast ekki vera það. Nei, og svo segi ég eitthvað, nei, við sósíalistar höfum nú sagt þetta og ég sé ekki alveg hvað er að því, Þannig að, og mér finnst það sömuleyti af því að þetta sem við erum að tala um þessa vakningu sem var í fjölmiðlum kannski svona snemma á 7. áratugnum og 7. áratugnum að það verður til svona rosalega dómkirkjur eins og við horfum til Washington Post og New York Times og Berlínske og allt þetta á hápunkti sínu að sömuleyti var þetta leiðilegt þetta var svo þetta var svo mikið svona sannlega segið það rengdi svolítið upp í nefið á þessu alveg eins og væru með sannleikan og að sömuleyti þegar þetta hrundi allt saman og ég upplifði, ég fekk að taka þátt í að vera inn í þessari dómkirkju og ég fyrir pröfa predikunarsstólinn og segja sannlega segið í fréttum þetta helst að sömuleyti var ég bara fegin þetta væri hrunið og að blaðamennskan hefði bara gott að því að fara svolítið út á mörkina og endur uppfinna sig og koma tilbaka með eitthvað erindi sem á meira brýnna erindin í okkar samtíma Þannig, og það er það sem ég var að tala um áðan með RÚV RÚV verður að fara í eitthvað svona hugmyndalega bara endurfæðingu til hvers er RÚV ekki er það til að verja valdið og ég myndi gjarnan vilja sjá blaðamannafélagið vera leiðandi í alvöru vinnu öll þessi álitamál sem að við höfum verið að fjalla um þessa mánudaga allt frá áramótum og við munum halda áfram að gera það koma á mánudögum og formannin til þín já, hún átti að vera í dag en er með Gubbi Best Heyrðu, kæra þakkir fyrir komuna Sme, Marja Lilja, Gunnar Smári Við höldum áfram rauðaborðinu, ekki fara langt, þetta er rétt að byrja. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda.